Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan, þar sem við skoðum bátasafn í Reykjanesbæ, fylgjum eftir Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra á ferðum Suðurnesin, kynnum okkur íbúakönnun flugborg og heyrum loks í landsliðsmanninum Arnóri Ingva Traustasyni, sem á leið í bandarískan atvinnufótbolta. En við hefjum leikinn með forsætisráðherra hér suður með sjó. Ég heyri alveg samt að þið eru með gott prógram. Þið eru með gott prógram, sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra við dúettinn Heiður sem var að fara að spila á útskrift í Keili, en hún heimsótti Suðurnesin nýlega þar sem hún skoðaði menntastofnanir og ræddi við bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Grindavíkur atvinnumál, jarðhræringar og fleira. Þá heimsótti hún Stapaskóla, nýjasta og fullkomnasta grunnskóla landsins, en hann opnaði nýlega í innri Njarðvík. Katrín hefur verið ötull stuðningsmaður Keilis, háskóla samfélagsins á Ásbrú, allt frá því hún var menntamálaráðherra, og þar fékk hún í heimsókn sinni fréttir úr fjölbreyttu starfi, meðal annars góðu gengi í tölvuleikjafræðum og flugnámi, en fjórðungur atvinnuflugnema eru konur. Hún heimsótti líka samband sveitarfélaga á Suðurnesjum og fékk stöðumat á fjölmörgum verkefnum sem sett hafa verið í gang á Suðurnesjum til stuðnings atvinnulífinu á erfiðum tímum í COVID. Hver þín upplifun eftir þessa stuttu ferðina í dag? Já, það auðvitað, þessi ferð var nú upphaflega skipulögð ekki vegna jarðhræringa heldur vegna atvinnumála og það auðvitað stóra málið á öllu svæðinu, það atvinnuástandið og við vorum að fara yfir það líka. Ég var að fara yfir þau mál með bæjarstjórninni í Reykjanesbæ og leið og við vitum að þetta ástand varir ekki að eilífu, þetta COVID-ástand, og það eru bjartari tímar framundan þegar flugrestur og ferðaþjónusta tekur við sér, þá skiptir líka máli að við höldum þetta út þangað til, þannig að við vorum aðeins að fara yfir þau mál, bæði fjárfestingar á svæðinu, vinnumarkaðsaðgerðir og menntatækifæri. Heimsóttum Keili sem auðvitað einstaklega gaman að heimsækja og ég fylgst með þeim skóla alveg síðan ég var menntamálaráðherra og það var skemmtilegt að koma þangað. Margt mjög áhugavert í gangi í Keili. Já, þau eru óhrædd fyrir að hugsa út fyrir boxið og hugsa skólastarf upp á nýtt og ég hef mikla trú á þessu starfi sem í gangi þar. Þú varst líka í svona tæknivæddasta skóla landsins, Stapaskóla, og ég sá að þú hreifst að því. Já, en svo náttúrulega þetta bara svo frábær börn, Það auðvitað gaman að sjá græjurnar og þetta flotta hús, en það sem maður skynjaði líka bara var að börnunum vel og þau voru óhrædd við að ræða ýmis möguleg mál. Þau voru með alls konar spurningar, meðal annars heilbrigðiskerfið, fótbolta og jarðhræringar. Og ég segi bara að framtíðin björt með þessa flottu ungu kynslóð. Það var sannarlega orðið breytingar á ekkert mikið fleiri árum heldur en þegar þú varst menntamálaráðherra. Þetta var ekkert mikið í gangi þá, þessi tækni sem komin í skólana. Nei, og svo sér maður það að þarna er líka mjög gott fagfólk á ferð sem heldur utan skólastarfi og með skýra sýn það að byggja upp unga kynslóð sem getur svolítið tekist á því síbreytilega heim. Það fannst mér maður upplifði það að þarna er fólk með góða og skýra framsýna skólastefnu. Ég verð náttúrulega að spyrja þig svona bræði að Suðurnesjamenn eru erfiðri stöðu í atvinnumálunum, hvernig það, og þeir hafa verið að kalla eftir skilningi, aðstoð frá ríkisvaldinu. Hvernig horfir á þetta mál? Ég skil það og ég vona að við höfum verið að sýna þann skilning bæði með þessum aðgerðum sem við höfum ráðist í, þeim fjárfestingarverkefnum sem við höfum beint hingað, en ég held líka að verkefnin ekki lokið, þannig að það var gott að koma í dag og átta sig á því hvað að ganga vel, hvað þarf að gera betur, fyrir hverju þarf að greiða og síðan eins og ég segi, ég held að framtíðin sé björt, en þetta tekur smá tíma. Já, þetta þolinmæðis dagar núna fyrir Suðurnesjamenn, sérstaklega fólk sem tengist ferðaþjónustunni, það ansi mikið það á svæðinu. Já, ferðaþjónusta, flugrestur, þetta auðvitað risa atvinnugreinar og ég reyndar held þegar ferðaþjónusta fer aftur að stað í heiminum og hún auðvitað bara allstaðar í heiminum hefur hún bara nánast hrunið, þá held ég að Ísland verði ofarlega á lista margra sem vilja fara og ferðast og ég held að bæði vegna þess að það gaman að koma hingað
og þetta ótrúlegt land og ótrúlegt samfélag. En ég held líka að svona sá árangur sem við höfum náð hingað til, ég segi þetta alltaf með þessum fyrirvara því maður veit ekki hvernig þetta endar, en hingað til höfum við náð góðum árangri í baráttunni við COVID og ég held að það muni skipta máli þegar fólk fyrir að velja sér áfangastaði, að það geti upplifað örugga áfangastaði. Frá Katrínu yfir í bátasögu Suðurnesja í Dús safnahúsum, en þar stendur yfir ný fastasýning Byggðasafns Reykjanesbæjar, fast þeir sóttu sjóinn, bátasafn Gríms Karlssonar. Hún endurgerð sýning á bátalíkönum Gríms, en það var fyrsta sýningin sem opnuð var í Dús safnahúsum fyrir nærri 19 árum. Hún hefur nú fengið endurnýjun lífdaga í rými sem skapar áhugaverða umgjörð bátalíkön. Það út að segja að bátasafn Gríms Karlssonar hafi gengið endurnýjun lífdaga, ef svo má segja. Helgi, Já. Þú tekur undir það? Já, alveg tímalaust. Og það var orðið mjög, samkvæmt bara safnafræðin var sýningin eins og hún var orðið mjög lifuð. Já, þessi sýning var sem sagt fyrsta í rauninni sýningi sem var sett upp hérna í Dús safnahúsum fyrir tæpum 2 áratugum síðan. Já, það passar. Var í þessum boxum og tók mikið pláss og þótti gríðarlega mikil sýning. Og hún var það á sínum tíma. Hún var feiknar mikil sýning og með hún líka sett upp. Já, mér til þess að gera stuttum fyrirvara. Og því annars hefði örugglega séð sléttari gólf meðal annars. En hún var, þegar við tökum hana svo niður 19 árum síðar, og þá var hún í rauninni orðin slysahætta. Það voru mjög ryðgaðar undirstöður og lappirnar undan kassanum sum hverjar duttu undan sjálfum sér þegar kassin var farin af. Þannig að þetta var bara spurningum hvenær yrði slys, ekki hvort. Hvað getur sagt okkur þá sýninguna núna hérna á annarri hæð? Já, í sömu húsaröð í Dús safnahúsum. Nú erum við búin að færa hana hérna upp og það virðist fara vel hana hérna. Það fer mjög vel hana hérna og hún nýtur sér mjög vel í þessu umhverfi. Og við setjum hana upp hérna sem í rauninni meira þematengt heldur hún var. Og hér eru 10 fleiri bátar heldur hún var á gamlu sýningunni. Það er ótrúlegt. Og þetta hún hugsuð þannig að það sé svona meira á floti. Það meira líf í henni, sérstaklega núna á jarðskjálftatímum, það kemur meira hreyfing í þetta. Að það þessi skuggar sem að ljósin mynda fyrir neðan bátana, það þessi tilfinning að þeir sé á floti, þeir sé á siglingu. Og það það sem við leggjum upp með. En síðan eru botnarnir undir bátunum, það svona meira skreitt með munum sem tengjast sjávarútvegi. Og hvernig skiptirðu sýningunni? Henni skipt upp þannig að ef við byrjum bara það sem við erum hérna núna, að hér skipasmíðastöð Njarðvíkur og hérna erum við að fjalla skipasmíðarnar á Íslandi. Og þó aðalega hérna á Suðurnesjum. Og hér í þessu líkön sem hanga hérna, þetta eru líkön sem voru að bátum sem voru smíðaðir á Íslandi. Og þar af eru 3 sem eru smíðaðir á Suðurnesjunum og ber það fyrst að nefna hérna Keflvíking, þessi hérna. Hann var smíðaður í skipasmíðastöðinni sem var í Innri Njarðvík og það í kringum 1900 eða fyrir 1940 og þetta var 70 brúttólesta bátur og tíma var það stærsti báturinn sem var í skipaflota Suðurnesjamanna. Og svo verður þetta að hafa náttúrulega skipasmíðastöð Njarðvíkur hérna vegna þess að hún hefur alltaf verið svolítið í umræðinni og sérstaklega núna með tilhörandi stækkun sem mjög áhugaverð. Já. Búið margir bátar komið og skip hérna í hana og væntanlega enn stærri skip í framtíðinni. Já, og gaman að sjá það að Landhelgisgæslan meðal annars að nýta þetta fyrir minnstu bátunum sína. Já. Þannig að hvað gera þegar komið stærra? Náu Þór, veit það ekki, en gaman að hugsa til þess. Já. En síðan erum við með, hérna til hliðar svona Keflavíkurhöfn, svona vertíðarstemming. Og þarna má sjá nokkra báta sem bera sama nafn og sama skráningarnúmer. Og ef við höldum svo áfram bara hérna tímalínuna, þá næst hólf hérna sem kannski betra að sjá það glugga megin frá. Að það í svona tímalínu
Það byrjar hérna á elstu og minnstu bátunum, eins og Lunda og Skíðblaðni og gamall Baldur. Og svo fylgir þetta svona tímalínu hérna inn og tekur hérna hringinn, hún endar hérna við stigann. Og hérna eru margir vel þekktir bátar hérna á Suðurnesjum og þessi tímalína eru eingöngu Suðurnesjabátar. Keflavík og Njarðvík svona fyrst og fremst. En hérna í endanum þar fær þó fyrsta varðskip Íslendinga að njóta sín, Þór, og síðan María Júlía, sem er svolítið gaman að segja frá því að menn er að reyna að fá hana uppgerða þegar hún er á Ísafirði í dag. Já. Þannig hún er ennþá til. Já, það magna. En þetta er saga Keflavíkur og Njarðvíkur á þessum tíma. Já. Bátasagan. Það er bátasagan sko. Og það er tvennt sem hefur gert okkur að því sem við erum í dag. Það er útgerðin sem var til þess að hér fór að myndast byggð og svo herinn. Já. Þið eru með fleiri báta hérna inni. Já. Hér erum við með síldveiðarnar, erum við að gera þeim skil. Síldarárin, sem var náttúrulega silfur hafsins og margir rómantískir söngtextar verið samtir í kringum. Já. Og það er það sem við tökum fyrir hérna. Síðan þetta hól sem er hérna framundan okkur núna, að þetta eru bátar víðsvegar á landinu í tímalínu sem þeir elstu eru smíðar í kringum 1900 og hérna með íslenska fánan. Með íslenska fánan. Og þeir bátar sem eru með íslenska fánan, þetta eru bátar sem sigldu til Englands í stríðinu með fisk. Já. Þeir komast ekki allir heilir heim, því miður. En fáninn var tilraun til þess að sleppa við kafbátaárásir og árásir flugvéla. En við erum hérna við stýrishús, þetta er skemmtilegt. Hvað getur þú sagt ykkur um það? Herru, þetta er eins og einn sérfræðingur í safnafræðum sagði, þetta er Instagram-punktur. Þetta er eftirlíking af stýrishúsinu sem var á bát hérna á Suðurnesjum sem hét Stakkur. Og þetta er staðurinn þar sem fólk getur fengið að koma og fikta. Já. Taka í stýrið, taka myndir og við tókum einmitt eftir þegar við opnum sýninguna að það var stanslaust rennir í að bæða fullorðnum og börnum í þetta stýrishús að fá að prófa, taka myndir. Já, frábært. Þetta var svolítið svona klikkuð hugmynd sem við fengum og við hrindum við bara í framkvæmd. Skemmtileg. Já. Og þetta stýrishús er á sama tíma svolítið upphafið af þeirri línu sem við erum að fara inn í næst, sem eru línuveiðarnar. Og hér er einmitt þessi títtnefndi Stakkur, GK 503. Já, þetta er stýrishúsið á honum. Stýrishúsið á honum. Svolítið stílfært að vísu vegna þess að við höfum ekki alveg næga lofthæð. En það kemur ekki að sök. Skemmtanagildið er það sama. Þannig að, en svo, já, það er kannski við hæfi að við endum hérna á hólfi höfundinn, Grím Karlsson. Já, við erum að vinna ennþá í þessu. Við erum að búa til nýskilti og nýja merkingar. Það sem hérna verður hans lífslaupi aðeins betur gerð skil og persónunni Grím og þeim afrekum sem hann hefur unnið, bæði á sjó og landi. Hann fekk til dæmis fálkaorðuna fyrir þessar líkanasmíðar. Og hérna inni eru til dæmis líkön sem voru honum sérstaklega kær, eins og Helgan. Og hún er hérna í 2 útgáfum og á sama tíma segir hún svolítið sögu breytinga á skipum á Íslandi. Hún kemur sem kúttar og breytti mótorbát. En þetta hérna það er bara verið að vinna í þessa dagana sko, að útbúa hérna ljósaskilti fyrir hann og finna fleiri myndir og meiri texta Grím. Bátamenning, já, bátaútgerð er ekki söm eins og hún var í Keflavík og Njarðvík. Finnst þér fólk hafa mikinn áhuga á þessu? Já, það er töluvert mikill áhugi á þessu. Og eftir alla umræðina sem varð eftir að við tókum sýninguna niður og þangað settum þessu upp, hefur áhugin einungis aukist. Já. Þannig að þó að menn hafa ekki almennt verið sáttir við okkur þá,
að þá held ég að menn séu það almennt í dag. Já, þetta nýtur sín betur hérna. Já, mun betur og með þessari nútíma tækni sem við erum að færa okkur meira inn í, að þá verður þetta aðgengilegra fyrir enn fleiri. Tala ekki það verður komin lyfta í húsi, sko. Já, það stendur til að laga aðgengi hérna. Já, við erum að vinna í því þessa dagana og það tekur náttúrulega alltaf eitthvað tíma, en það skriður á því. Það búið að vera í kyrrstöðu mörg ár, en það komið á skrið. Og einmitt gaman að nefna í framhaldi að við verðum með hérna núna á sunnudaginn 2 leiðsagnir, 1 klukkan 2 og 1 klukkan 3. Það verður að vísa, við höfum vísu takmarkanum, við höfum ekki taka á móti meira en 50 og allir skrifa nafn, símanúmer og kennitölu. En þar ætlum við einmitt að miðla þessari sýningu live, ef við orðað þannig, og ég verð hérna fyrir svörum. Á Suðurnesjum eru nokkrir eldri sjómenn sem hafa verið á þessum bátum sem finna má líkan af á safninu. Við hittum Hafstein Guðnason sem fór í sinn fyrsta róður aðeins 8 ára gamall með föður sínum sem var skipstjóri á bát sem hét Munin GK og það líkan af bátnum á safninu. Habbi Guðna rifjaði hér upp sín fyrstu ár á sjónum. Og ég man eftir því að ég fekk að fara róður. Þannig að maður var nú ekki hár í loftinu, en alltaf vildi maður, þó maður verið bullandi sjóveikur, alltaf vildi maður fara aftur. Já, hvað varstu gamall að það? Ég hef ekki verið nema 8-9 ára. Já. Svoleiðis, alltaf vildi maður fá að fara á sjóin. Svo vantaði hann, ég var komin á 14 ára, þá var ég var búinn að fara á síld á honum, 13 ára. Já. Við fórum bræðurnir, ég og Siggi bróðir, við vorum upp á hlut á síld 1952 með hringnót. Og það var náttúrulega, þetta voru alveg síldarleysisár. En við fengum 210 mál á tunnur. Þannig að það var bara náttúrulega trygging. En þetta var svona reynsla hjá okkur. 14 ára það lendi ég á togara, Úranusi, með Helgi Kjartansson frá Mosó sem var skipstjóri. Fór 3 túra á Grænland, á Vestur-Grænland. Og þá vantaði pappa að forfallaðist einn á reglundum á þessum. Og þá var ég hætt á togaranum. Svo kom nýr Munin, áramótin 55-6. Og pappi, hann sagði það, þú verður bara kokkur. Og ég var kokkur í 2 vertíðar. Já. Og svo lá leiðin í sjómannaskólann. 1 vetur þar og þá gaf maður orðið skipstjóra Queen Mary þess vegna. Já. Það stýrimaður allavega til að byrja með. Já. Þannig að ef hún hefði farið á fiskveiðar. Já. Katego þróunarfélag Keflavíkurflugvallar stendur nú fyrir alþjóðlegri samkeppni þróunaráætlun fyrir svæðið umhverfis flugvöllinn. Áætlunin nær til ársins 2050 og mun leggja grunn að þróunarkjarna fyrir samfélagið og atvinnulífið á Reykjanesi. Við undirbúning samkeppninnar leitar Katego nú til nágrannanna íbúa á Suðurnesjum til að svara spurningakönnun og fá þannig hugmyndir og ábendingar frá nærsamfélaginu við þróun flugborgar. Niðurstöður könnunarinnar verða meðal annars notaðar við undirbúning hugmyndasamkeppninnar sem fer á fullt skrið í maí. Katego þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, nýbúið að setja í gang svona könnun, það sem að þið eruð að spyrja nær samfélagið. Já, út í hvað spyr ég? Já,
Sem sagt, spurningakönnunin er hluti af stærra verkefni sem við erum að vinna að sem snýst þróun á nærsvæðum Keflavíkurflugvallar og við erum að setja í gang núna alþjóðlega hönnunarkeppni fyrir þetta svæði og eru núna í undirbúningsvinnu fyrir opnun á forvali fyrir þátttakendur í því. Og spurningakönnunin hluti af því, við erum að kalla eftir ábendingum frá nærsamfélaginu, þar sem við erum að leita bæði til íbúa og fyrirtækja og óska eftir upplýsingum frá þeim sem að þekkja svæði best hér til þess að veita okkur og þáttakendum sem sagt í þessari forvalinu. Meiri upplýsingar. Meiri upplýsingar. Já. Eitthvað sérstakt sem að þið að vonast til þess að sjá eða þetta bara, hvað ég var að segja, svona gott innlegg inn í gögn fyrir þáttakendur í þessari stóru hönnunarkeppni sem að hvað ég var að segja, flugborgina ef við höfum stundum verið að nota það orðið ekki? Jú. Við erum sérst að óska eftir bara að íbúarnir sem að þekkja þetta svæði best geti gefið okkur ábendingar og upplýsingar sem að við verum að nota fyrir þessa keppendur, þannig að þau fá svona aðeins innsýn okkar inn í þetta svæði og þannig erum við semst að kalla eftir hvaða styrkleikar og tækifæri fólk hér á svæðinu sér fyrir svæðið í framtíðinni og eins þá ef það eru einhverju veikleikar sem að fólk telur að svæðið búi við að kalla þessar upplýsingar fram til þess að geta svona betur móta þá þessa samkeppni fyrir sem svona bestu úrlausnina. Já. Eru þið búin að laumast í ykkur svör? Eru þið búin að fá góð viðbrögð? Við erum búin að fá mjög góð viðbrögð. Könnunin fór bara út núna fyrir helgi og það strax komið bara góð svörun og það bara mjög spennandi að gaman að sjá þegar íbúarnir taka sig saman og gefa sér tækifæri, að gefa þessu tækifæri og gefa svörun, þannig að við viljum endilega bara fá sem besta svörun, þannig að við fáum góðar upplýsingar allstaðar að Suðurnesjunum og hvet fólk til þess að taka þátt. Já. Þetta náttúrulega svakalega stórt svæði Keflavíkurflugvöllur. Þetta eitt mikilvægasta svæði á Íslandi ef við tölum út frá atvinnulegu tilliti og ýmsu öðru, allt í tengslu við flugið svo stórt og mikið, þúsundir manna sem hafa atvinnu og annað. Þannig að við erum að tala risastórt verkefni að þróa svæðið næst Keflavíkurflugvelli. Já, þetta gríðarlega stórt svæði og í þessu svæði felast bara fjölmörg tækifæri sem að við erum að reyna að sjá og beisla þá í framtíðinni. Og fyrsti áfanginn miðar náttúrulega að því að við erum svona þess að forma áherslusvæði þar sem við sjáum fyrir okkur nærsvæði hérna við flugstöðina meðfram Reykjanesbrautinni og svo tengingar flugvallarins og Helguvíkurhafnar, svo eitthvað sem nefnt. Þannig að það bara, þarna sjáum við bara að þarna verði framtíðar uppbygging og mjög spennandi verkefni. Sjáið þið hjá Katigó fyrir ykkur að úr þessari hugmyndasamkeppni komi niðurstaða sem að muni styrkja atvinnulífið, kannski fjölbreytni til dæmis atvinnulífsins á Suðurnesjum? Já, klárlega. Þetta miðar svolítið að því að við erum að horfa til þess að styrkja atvinnuvegi Suðurnesja, að við séum að auka fjölbreytni og nota þá styrkleika svæðisins til þess að herja á þá atvinnuvegi sem að við sjáum fyrir okkur að best passi hér inn á þetta svæði. Áttu vona því að þið fáið marga þáttakendur í þessa samkeppni, jafnvel frá útlöndum? Já, við erum að fá mikil viðbrögð því við erum búin að auglýsa samkeppnina út fyrir landsdeilina og það bara gríðarlega mikill áhugi allstaðar að úr heiminum, bæði stór erlend fyrirtæki og að sjálfsögðu innlend fyrirtæki líka, þannig að þetta bara bóða gott. Arnór Ingvi Traustason, atvinnumaður í knattspyrnu, hefur gengið til liðs við bandaríska liðið New England Revolution frá sænska liðinu Malmö, en hann var sænskur meistari með liðinu á síðasta ári. Bandaríska deildin á mikilli upplið og nú Suðurnesjamaðurinn á leið til Boston. Eigandi liðsins engin annar en auðjöfurinn Robert Kraft.
En hann á líka eitt besta NFL-lið Bandaríkjanna, New England Patriots, og Arnór mun spila á sama leikvangi sem tekur 80.000 áhorfendur í sæti. Hann nú hér heima en á leið í landsleikjatörn. Já, þetta er spennandi og eitthvað nýtt og ég gríðarlega spenntur. Og þetta svona, eins og ég segi, smá ævintýri en aftur á móti þessi deild orðin gífurlega sterk og ég vil fá að taka þátt í þessu í MLS og þetta er eitthvað sem heillar mig og hefur heillað mig og ég er mjög glaður að þetta gengi í gegn. Fótboltinn er búinn að vera, að sækja sér veðrið ef við getum orðað þannig á undanförnum árum síðasta áratug í Bandaríkjunum. Já, algjörlega og hún er orðin gífurlega sterk með bæði leikmenn sem eru að koma á besta aldri, eru að koma inn í deildina og áður fyrir var þetta kannski smá menn voru að koma á seinni árum og klára þarna en maður einhvern veginn hefur tekið eftir að leikmenn eru að fara þarna á fínum aldri og eru að fara áfram þaðan, fara þó aftur inn í Evrópu og í einhver ennþá stærri lið kannski. Og líka bara verkefni sem í gangi í New England er rosalega spennandi og þeir seldu mér þessa hugmynd bara strax leið og ég talaði við og þannig að eins og ég segi, ég er mjög spenntur að fá að taka þátt í þessu með þeim. Við þökkum fyrir áhorfið. Við hjá Víkurfréttum erum með eina af heitustu vefsíðum landsins þessa dagana með myndum af Keili og nágrenni í beinni útsendingu á Víkurfréttavefnum waf.is. Ef það verður gos, þá sjáið þið það þar. Þar má einnig sjá fleiri gosóróa fréttir og fréttir úr mannlífinu á Suðurnesjum. Það fjölmargt að sjá í myndarilegu blaði vikunnar, meðal annars nýjar og eldri fermingarmyndir og viðtöl. Golffréttir af Tiger Woods og fleirum eru daglega á vefsíðun okkar kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku. Verið sæl.